Hæ, Kristján heiti ég. Nú erum við að fjalla 17. kafla í innganga félagsvíslu, það eru stjórnmál. Í vídeónu eru fjallað lýðræði og mismunandi stjórnarfar og svo þrískiptingu valds, stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur. Við höfum nóg til þess að tala Fólk almennt, svolítið neikvætt gagnvart stjórnmálum. Það mjög vinsælt að hrauna yfir stjórnmálamenn og það allt bara drasl og þeir allir bara gráður og vilja fá pening og eru bara að hygla vinu sínum og okkur svona. Ef einhver tekur ekki þátt í stjórnmálum sjálfu eða kýs eða gerir það, þá finnst mér hann ekki að hafa rétt á að væla yfir í. Þetta bara svona eins og ef ég var að elda mat fyrir strákarna mína og þeir bara, oi, þetta ógeðslegur matur og ég alveg, ok, hvað bara, ég veit það ekki, það ekki mitt að elda matinn, skilur, þú átt að bara fæða okkur, þá segir ég bara, já, þegiðu og gettu það sem ég elda eða farið bara inn í herbíki, skilur. Það við byrjum ábyrgð á þessu, þannig að við þurfum að passa upp á að landinu sé rétt stjórnar, skilur. Eða við getum fengið einhvern einræðisherra sem getur gert það sem hann bara vill, skilur. Ég þarf ekkert að segja, að bjóða strákurum mínum mat, ég verð að fæða þá. Ég þarf ekki að leyfa þeim að ráða, skilur. Ég get bara sagt þér það, já, nei, þú borða bara brauð með hnetusmjöri sem eftir eða bara ekki neitt, ég stjórna þetta. Þannig að það hjálplegra að við getum rætt hlutin og hvaða mat við að borða og svona, skilur. Allana. Churchill kom svolítið vel á orðið þegar hann sagði að lýðræði veri versta stjórnarformið fyrir utan öll önnur. Þannig að lýðræði ungt í sögulegu samhengi og það alls ekki sjálfsagt. Það getur horfið á hverri stundu og við þurfum að vera svolítið svona að passa okkur og við þurfum að halda upp á það. Það bara eins gott og við gerum það gott, skilur. Við þurfum að stjórna, við þurfum að pæla í þessu. Það til, skilur við, alls konar innræði. Það lénsveldið sem að kóngustjórnar, það klerkaveldið sem einhver svona trúarleiðtogi eða annað, og það til þó nokkuð af innræðis svona innveldið sem að einstaklingur eða hópur nær völdum og með ofbeldi eða bara sinnuleysi annarra. En hugmyndin lýðræði þá að sem flestir taki þátt í að taka ákvarðanir samfélagi, því fleiri hugmyndir því betra, þannig að það svolítið mikilvægt að fólk hafi takið þátt og að það sé svolítið klárt, skilur, sé svolítið að pæla í hlutunum og því meiri líkur á góðri hugmynd og svona. Og svo alls konar mekanismar eins og það geta sagt skoðunni sínar og kannski aðeins að ráðast á aðra og svona passa upp á réttindi fólks. Það svona mikilvægt til þess að viðhalda lýðræði, þannig að það ekki bara það að fólk var að kjósa, það þarf að vera það þurfa að vera svona leiði til þess að vernda ólíkt fólk eða einstaklinga. Ef ég væri alltaf til dæmis að fara myndi leggja frumvarp til Alþingis bara, já, ég legg til að við bönnum rauðhærða á Íslandi og það kosið og bara, já, meirihluti samþykkir, rauðar eru bannaðir. Það þurfa að vera einhver svona mekanisma til að stoppa það. Það ákveðin svona mannréttindi og svoleiðis og það stjórnarskráin sem passar upp á það og sem svona yfirlögin sem að við þurfum að passa upp á. Það alls konar útgára lýðræði, skilur. Það ólíkt lýðræði í Skandinavi og Bretland og Bandaríkjunum og það það til beint lýðræði sem allir taka ákvörðun hvern einasta hlut. Það ekki til í alveg svona beinni mynd, en skilur, það væri beinasta lýðræði. Svo yfir í svona forsetaræði þar sem að svona einn leiðtogi valinn til að taka megin ákvarðanir, með þingi. Ég hef ekki tíma til þess að fara við það. Það sem mikilvægt í þessu þrískipting valds. Það þurfa að vera löggjafarvald, þessi búið til lögin, það vera þeir sem að dæma eftir löginni og svo þarf að vera framkvæmdarvald sem að stjórna ríkisstjórninni, sem að ráðstafar peningunum, skilur. Allt þetta eitthvað sem að
sem á vegum framkvæmdarvaldsins. Ég ekkert ókeypis, ég þarf að lifa. Og þú veist, það eru skattar sem að borga fyrir að ég sé að kenna ykkur. Ég meina, það kostar 4 milljónir að útskrifa einn úr framhaldsskóla. Þið ekki borgað það. Ég að borga það og ég líka að borga sjálf með laun. Ég ætla að borga skatt, skilur. Þannig að skattinni sjáum það, sko. Og þetta þarf að passa upp á, sko, að hlutinni séu rétt, að þú veist, að löggjafarvaldið sinni sínu hlutverki og dómsvaldið sínu og framkvæmdarvaldið sínu og þú veist, það má ekki vera sami aðilinn sem að sér alla 3 hluti og þá, þú veist, þá hætt á að verða bara einræði og einhver gerir bara hvað sem hann vilji, sko. Og þá þurfum stjórnarskrána, það eru löglagana, skilur, það er svona yfirlög eða þannig, hvað sé að boðorðin eða þannig. Þannig að, sko, stjórnarskráin segir alveg bara hvernig landinu er stjórnað, hvað með að gera á þingi, þú veist, hvernig er að dómara og hvernig á ríkisstjórnarna vera og svona. Og sérst, dómsvaldi á að passa að stjórnarskráin sé fylgt. Löggjafarvaldið býr lögin til sem að dómararnir dæma úr og dómararnir passa á að lögin séu rétt gerð og svo, þú veist, framkvæmdarvald sem að þú veist, stjórnar ráðuneytinu og segir við þurfum einhver lög sem að díla við þetta, skilur. Þetta vinnur allt saman en þarf að vera svolítið svona aðskilið, sko. Hérna eru sem sagt fjölmiðlar mikilvægir og það eru kallaðir fjórða valdi. Það er út í að þú veist, til þess að lýðræði geti virkað vel þá þarf að vera gott aðgengi á upplýsingum til þess að geta tekið réttar ákvarðanir og það þarf að passa að sé ekki falsfréttir eða upplýsingaóreiða og allt þetta sem ég var að tala í 15. kafla og það þarf að passa upp á þessar hluti, sko. Og það er svolítið, sko, vandaverk, sérstaklega í dag, sko. Vonandi ef að einhver að horfa þetta vídeo til 3 ár þá bara eitthvað, nei, við fundum út af því, við listum það. Maður má vona, skilur, en það þarf að passa upp á þessar hluti, sko. Fjölmiðlar þá, sko, getur verið svona ríkisfjölmiðlar eins og RÚV sem að fylgir lögum hvernig fjölmiðlar, þessi fjölmiðlar á að starfa. Svo eru frjálsir fjölmiðlar. Mikilvægt að hafa bæði og svona. Sumir ekki með neina frjálsa fjölmiðlar, sumir ekki með neina ríkisfjölmiðlar, það er allir gangar á þessu. En það er svona mikilvægt til þess að passa upp á hlutin, sko. En stjórnarskráin er svona þú veist, það sem passa upp á réttindi okkar og svona, þannig að fólki á þingi eða þú veist, ríkisstjórn eða dómarar sé að geta gera bara það sem að þau vilja, þú veist, hver hafi sín réttindi, skilur, sem ekki ganga á, sko. Allana hvernig á að taka þessi ákvarðanir? Ef við ætlum að fara öll að kjósa allt, þá erum við í svolítið vanda á því að ég hef ekki tíma til þess að taka ákvörðun hvern einasta hlut og ég hef bara að kjósa á morgunum hvað maður veiða mikið fisk í sjónum. Þú veist, ég veit ekki það, ég hef ekki tíma til þess að stúdera. En ég samt svona veit eitthvað kvótakerfið og hvernig þessu hefur verið stjórnað og hvað sé mikilvægt upp á umhverfismál og til þess að vernda fiskistofnar og svona. Þannig að ég þá líklega til þess að þegar einhver aðrir koma með góða hugmyndir þá er ég svona, ok, ég fíla þessa hugmynd, þú veist, ég ætla að kjósa þennan flokk, sko. Og þannig að, þú veist, þú getur ekki verið með 63 á Alþingi og allir hafa sikkur hugmyndir og allir vilja fá, þú veist, sínu fram og þá eru allir bara eitthvað að rífast allt, skilur. Þannig að það þarf að vera einhverja hópar fólk sem eru ákveðna pælingar sem alveg bara, já, ég held að þessa leiðir væri besta, þessar hugmyndir, setja fram einhvern stefnu og svona, já, ok, og þá getur við vala á milli, þú veist, flokkana og veljum bara, já, ég fíla þennan flokk best og því að hann með sniðustu hugmyndina, sko. Þess vegna eru stjórnmálaflokk og við erum með mismikið flokkum, skilur, en það er gott að hafa flokka. Allan auðveldara fyrir mig og ég myndi mig fyrir ykkur líka, sko. Allan. Þess vegna við kjósum stjórnmálaflokka en ekki stöku þingmenn. Það er búið að tala persónukjör og var mjög vinsælt í 2009 eftir hrunið. Og bara, já, við erum að kjósa einstaklinga. Ég nenni ekki ára, þú veist, ég veit ekki hversu snið þetta er að ég sé að kjósa 63 hver skipti, sko. Og þá er svona auðveldara fyrir einhver einn að komast inn bara út af hann vinsæll eða cool og þú veist, þá hann kannski viti ekkert hvað hann sé að gera, sko. Allan. Þá er sem sagt
flokkarnir, þú veist, eru með einhverja pælingar og það einhvers konar svona hugmyndafræði, pólitísk hugmyndafræði sem að stýrir, sem að þau náttúrulega taka að sér og hjálpar þeim að taka ákvarðanir og það þá þessi, þú veist, tala vinstri og hægri sem svona til þess að einfalda aðeins málið. Það flóknara þetta en þetta svona meginatriði. Það svona þeir sem eru vinstri sinnaðir, þeir hugsa svona félagshyggju og það sem að við viljum að sem flestir hafi sem jafnast, sko, flestir séu jafnir og hafi svipuð tækifæri og sömu hluti og svona og allir eiga að geta fengið allan að basic hlutina, allir eiga að geta fengið menntun, heilbrigðisþjónustu, þú veist, einhvern stað til að búa á, svo framvegis, skilur. Við höfum að vera svona semjöfnust. Það aldrei að vera alveg jafn, en þú veist, hægri sinnar eru meira svona, hey, við þurfum að passa upp á að, þú veist, ríkið sé ekki að fikta stöðut í okkur og segja okkur hvað við höfum að gera og segja, staka peningar okkar og setja, þú veist, ef að ég duglur þá ég kannski að fá að bara fá verðlaunin fyrir að vera duglegur, skilur. Ég að vera bara svona frjálst til að gera það sem ég vil, skilur. Og ef að ég hef ekki á að vinna ógeðslega mikið og vera ríkur, þá sætti ég mig bara við það að eiga færri hluti, skilur. Þetta svo náttúrulega einföldun á þessu vinstra hægri. En það þá félagshyggja vinstra megin og markaðshyggja hægra megin sem að þá að, sem sagt, við höfum bara vera sem frjálsmarkaðar og fólk að gangi þið bara vel, skilur. Það hægri. Vinstri bara, hei, við reddum þér. Þú veist, þú þarft að borga fyrir það, en við reddum þér. Svo annars konar, þú veist, hugmyndir, þú veist. Hægri sinnar hafa tilhneigingu til þess að hafa svona mikla ættjarðarást og Ísland fyrir Íslendinga og eitthvað svona. Sérstakar hugmyndir í kynjahlutverk og leggja áherslu á tjáningafrelsi að hver megi segja, þú veist, sem mest, kannski hvað sem vinstri þá meira svona, hei, við höfum að vera næs við alla fjölmenningana, við höfum að hafa fjölbreytt fólk og eitthvað svona, passa upp á umhverfið og fólk að vera frjálst til þess að elska það sem við vill elska og svo framvegis og eitthvað. Allana. Svo það að útskýra stefnur síðan svona, sem falla innan vinstri hægri eftir því komið í eigi eitthvað, sko. Kommunismi þá bara við tökum þetta svo allir eigi þetta saman. Fasismi, ég á þig, ég klárastur, sterkastur, vanilega best, súkkulaði að vera bannað. Þannig að, þú veist, gerðu það sem ég segi út af því, ég svo ógeðslega klár og sterkur. Íhaldsstefnan alveg bara, hlutinir eru fínir eins og eru, hættum, þú veist, ekki vera að breyta, þetta allt í lagi, skilur. Frjálshyggja bara, game on, þú veist, hætta að fikti fólki við, þetta reyndast bara, fólk gerir það sem best fyrir sér og það endanum það best fyrir alla, sko. Og sósíalismi svona mjúki kommunismi að segja, hei, við skulum hjálpa að eignast hlutina, við ætlum ekki að taka þetta allt, en við ætlum að svona stýra svolítið, þannig að þetta sé svona, allir sé að fá svona svipað í átt, sko. Græn hugmyndafræði, pörsum við upp á umhverfið, náttúran á sig, við eigum hann ekki, anarkismi á móti ríkisvaldinu, enginn á neitt, láta hann í friði, bara hver á að vera góður. Og svo populismi sem orðin ansi vinsæl í dag, sem veldur mér áhyggjum. Það sérst að bara, ég ætla að segja það sem þú vilt heyra. og hárasta manneskjan eða líkust mér færi þetta. Og þið bara treysta mér út í að ég að segja hluti sem að þeir eru sammála. og þú átt að vera hræddur og treysta mér, þú veist, og allt sem að þú veist, höfða til svona lægri kenda, sko. Það vist gott náttúrulega í populismi en það svolítið hættulegt líka. Allana, herru, svo hef bara lesa bókina, þetta svolítið erfitt. Við sjáumst.